Í rikuðu bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666 merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum, húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla. Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagninar og leyndardómana og uppgöta hina raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á 9. áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem græddur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkrir grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það skiljanlegt. Opinberunarbókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, dularfullur texti og táknrænn, og þar sem leyndardómur ríkir nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomumiklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðarás fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alveitur Guð sem gaf spámanlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverju dularfullri tækni eða stærðfræðiþraut? Eða líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika, val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu? Biblían bók sem rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókarollunar. Það kominn tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinberunarbókinni næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega 7 höfða skrímsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það tákn. Sömuleiðis ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst í Daníelsbók. Í Daníel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babýlon til forna risastóra gyllta styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daníel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 60 og 6? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu þær mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babýlon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurðgoðadýrkun og falskri tilbeiðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebúkadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs og setja upp skurðgoð til tilbeiðslu. Nebúkadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeiðslu á skaparanum, og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeiðslu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað
þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða. Konungur setti lög að allir yrðu að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastað í eldsofnin. Lög landsins voru skýr: dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setur grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga, dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeiðslu byggð á sannfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeiðslu sem framfylgt af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það meira hér en bara konungsskipun. Babylónumenn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúarbrögð þeirra. Hvers vegna það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurguðadýrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætlað var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeiðslu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér, Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeiðslu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir Babylóníumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúarbrögð Babylónar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala, hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötvað verndargripi og bænagripi frá Mesópótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti, þar sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðinn var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem táknar trú manna á tilbeiðslu til náttúrunnar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeiðslu ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónískri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram, þar á meðal tilbeiðsla á sólguðinum. Það næstum eins og sjálft DNA Babylóníu heiðninnar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaðir í kaþólskum helgisiðum til að halda vígðabrauðinu. Þessi hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðinn sem Babylóníumenn tilbáðu. Og í minnstakosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur jafnvel grísku stafina keikis, og þegar þessi stafir eru reiknaði saman kemur út talan 666. Hvort þessar tengingar eru viljandi eða ekki, breytir ekki þeirri staðreynd að arfleifð og tilbeiðsla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarðs stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeiðslu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir Opinberunarbókin 13:18 hið alræmda 666 vers: hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins
því að tala manns það og tala hans 666. Það mikið pakka þarna inn, en 2 vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta 3x6 númer dýrsins og einnig númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta til kynna að þörf sé á speki. Þannig þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu, númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir, aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskyns einstaka menn, Nero keisara á 1. öld eða ýmsa páfa eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að misskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Esekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: Armleggi Faraó skal ég brjóta, svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, lýst sem einum særðum manni. Og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn dýr. Þessi stóru dýr, 4 merkja það að 4 konungar munu hefjast á jörðinni. Við vitum frá Daniel að þessi dýr tákna 4 ríki eða heimsveldi, en engillinn kallar þau konunga. Með öðrum orðum þá vísað til hvers konungsríki sem einstaka höfðingja, karlmanns. Svo á spámanlegu máli getur maður tákna ríki eða pólitískt vald. Kona táknar kirkju eða trúarlegt vald. Maður aftur á móti táknar oft ríki eða vald. Þetta mikilvægur punktur. Það þýðir þegar Opinberunarbókin segir tala manns, það mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða vald sem táknað af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku, erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur Opinberunarbókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði: hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér eins og vegvísir og athyglisvert að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum tilbaka að Opinberunarbókinni 17:9-10. Jóhannes að útskýra sýn dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með 7 höfuð. Hann segir: hér reynir á skilning og speki. Höfuðin 7 eru 7 fjöll sem konan situr á. Það líka 7 konungar. 5 eru fallnir, 1 nú uppi, annar ókominn. Sérðu hvað líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinberunarbókin 17 gefur skýringu á táknum. Nánar tiltekið þá röð 7 konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi 5 af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. 1 var enn við völd og 1 átti eftir að koma í framtíðinni. Nú, ef 5 eru fallnir og 1 uppi, þá væri hans sá 7. í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínum tíma var 7. valdið í þeirri röð. Hvers vegna þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði Opinberunarbókinni 13 og 17. Það merki að þessi kaflar séu tengdir. Í Opinberunarbókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á 7. ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í Opinberunarbókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það 7. Getur verið að 666 hafi eitthvað með 7. ríkið að gera og þau sem á eftir koma? Svo sannarlega. Opinberunarbókin 13, þar sem 666 nefnt, snýst allt dýraveldi sem ofsækir fólk Guðs.
og Åpenbarunarbókin 17 fyllir út bakgrunn skarlatsrautt dýr og Babylon. Við ætlum að tengja þessa punkta. Við skulum bera kennsl á þessi konungsríki sem Jóhannes var að telja upp. Margir fræðimenn sjá höfuðin 7 eða konunga Åpenbarunarbókarinnar sem röð helstu heimsvelda sem höfðu áhrif á fólk Guðs. Þeir skrá þetta oft svona: 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. heiðna Róm, 7. Róm páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðna Róm, heimsveldi keisaranna, var það sem það 7. og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, kristnað Róm. Pólitísk trúarleg yfirráð rómversku kirkjunnar á myrkum miðöldum. Nú segir Åpenbarunarbókin 17:10 að 7. valdið, Róm páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft nefnd í spádómum. En miðað við umfang spádómsins mikla gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinn var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppaði ekki spádómar og sagan þar. Åpenbarunarbókin 13 lýsir nokkru sem heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm páfa, myndi fá banasár, en banasár þess yrði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Åpenbarunarbókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í Åpenbarunarbókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði 2 horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tiltölulega friðsælu svæði, jörðinni, andspænis hinu þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambslík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristna reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfirráð Rómarpáfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamblíka eiginleika, trúfrelsi, engan konung, athvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í Åpenbarunarbókinni 12 er drekinn fyrst og fremst Satan, en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldið sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýðir það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúgunar aðferðum og hið heiðna Róm. Og svo sannarlega, Åpenbarunarbókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm páfa og framfylgja tilbeiðslukerfi þess á heiminn. Þegar það gerist banamenn Rómar páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta þrennt: heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm páfa, dýrið úr hafinu og Bandaríkin, fráhvarf mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lamshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi 3 eru aðskilin veldi sem koma fram í röð í sögunni, en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Åpenbarunarbókin 16:13 gefur óvænta mynd: og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins 3 óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu og falsbámaðurinn samsvara seinna dýrinu. Það sem hafði lamslík horn en talaði eins og dreki einnig kallað falsbámaðurinn í Åpenbarunarbókinni. Svo í lok tíman sendi drekinn, Satan, djöfla anda til að sameina þessi 3 öfl, heiðin völd í gegnum spiritisma, páfadóm og fráhvarf mótmælenda Ameríku, falsbámaninn, í einn málstað. Åpenbarunarbókin 16:19 kallar þetta bandala borgina miklu, Babylon, skipt í 3 hluta.
Babylon, þetta táknræna nafn, táknar þessa þríþættu sameiningu drekans, dýrsins og falsbámansins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við rammað þetta inn. Babylon, bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa og fráhvarf mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Þið mundu það að Åpenbarnarbókin 13:18 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötvað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á enda tíma sem byggt upp af þrenns konar valdi. Reyndar mætti lesa Åpenbarnarbókina 13:18 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, falsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í Åpenbarnarbókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur Bandaríkin fram, lýsir spádómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfylgt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldiði komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekinn veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeiðslu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekinn. Svo í seinni hluta Åpenbarnarbókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar Bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámans. Þessi borg er maðurinn sem Åpenbarnarbókin 13:18 vísar til, Babylon, og Babylon er þríþætt sameining. Þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan, nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylónar. Það er tala ekki eins manns, heldur skipulags falskerfis mannsins í anstöðu við Guð. Það er falskt tilbeiðslukerfi mannkins í gegnum tíðina sem nær hámarki í endatíma bandalagi. Engin furða að það segir, hér reynir á speki, og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon, sameinað vald, fráhvarfs trúarbragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennd klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa, Vicarius Filii Dei, sem þýðir staðgengill sonar Guðs, og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi, þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádómsnámskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría, eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum. Að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvinga mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annar staðar, gætu fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spurðu sjálfan þig, ef Guð vill að við reiknuðum út nafn, hvers vegna að velja óljósan titil eins og Vicarius Filii Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og rómversk kirkja eða Vatíkanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og einn rannsakandi bendir á,
þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsl á dýrið, ef 666 snerist aðeins tölu nafns. Aðeins fá prósent fólks, jafnvel meðal katholika, hefur nokkuð tímann heyrt Vicarius Filii Dei og sérstaklega páfar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill, svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðanmálsgrein. Já, nokkur miðalda skjöl notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það er ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mistað því sem Opinberunarbókin er sannarlega að segja. Að auki, Opinberunarbókin 13:18 segir í raun ekki þetta er númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það er meira en bara nafn. Það er tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í Opinberunarbókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 7., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Bíddu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinberunarbókin 17:11 nefnir 8. Það er af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem er með lamblík horn og leiðir að lokum til endurvakningar á valdi dýrsins. Opinberunarbókin 17:11 segir: og dýrið sem var en er ekki er einmitt hið 8. og er af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin er í grundvallaratriðum endurkoma eins af fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spiritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það er síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samastendur af þáttum hins fyrra. Það er af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi, ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Páfa, þá væri það númer 8 á þeim lista. 1 Egyptaland, 2 Assyría, 3 Babylon, 4 Medo-Persía, 5 Grikkland, 6 heiðin 7 Páfa, 8 Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi 3 síðustu, 7., 7. og 8. eru heiðna Páfa og fráhvarf mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér er merkileg innsýn. Öll 3 deila sama anda og arfleið. Bæði heiðin og Páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar páfadæmið var rænt styrk sínum og neyddist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andinn í heiðnu hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Páfa, og þegar vald Páfa hlaut banamein reis annað vald, Bandaríkin, og mundi síðar endur óma rödd drekans. Reyndar segir Opinberunarbókin beinleinis að bandaríska veldið tali sem dreki, sem tengir það strax aftur við anda 7. höfuðsins. Svo í raun þá afhenti heiðna 7. valdið kefli til Páfa, það 7. sem síðan afhendir það falsbámaninum, Bandaríkjunum, því 8. Og í gegnum það er dreka andinn að vinna. Þetta er eins og afi, faðir og sonur, allir hluti af sömu fjölskyldu dreka innblásinnar anstöðu við Guð. Heiðin var, Páfa var og var ekki tíma. Bandaríkin endur lífgar það. Þetta samsvarar gátunni það að það var en er ekki, og það mun upprísa í Opinberunarbókinu 17:8 varðandi dýrið. Það er 1 dýr í 3 áföngum. Engin furða að Opinberunarbókin geti vísað til þessara 3 sem eina heild. Nú getum við séð hvers vegna talan er 666, bókstaflega 6 sem er endurtekið 3 sinnum. Það er 7. mátturinn, heiðna sem heldur áfram í gegnum það 7. Páfa og í gegnum það 8. fráhvarfs mótmælenda trú Ameríku. Arfleið drekans er þreföld. Ef þessi 3 kraftar eru af sömu fjölskyldu,
þá eru 7., 7. og 8. í raun allt 7. Í meginatriðum gefur 666 til kynna að sami drekinn á bakvið allt kerfið og vann í gegnum heiðna Róm, síðan í gegnum Róm páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta er ein löng samfella djöfulegs mannmiðaðs valds sem ansnúið Guði, pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki eitt nafn páfa eða kísilflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni. Það er miklu stærra. Það er tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkins, stjórnar og trúarbragða sem stendur án Guðs. Það er tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar er byggð á nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð Guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald Guðs, framfylgja tilbeiðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeiðslu með kærleika. Það er þráðurinn sem tengir saman heiðna skurðgoðadýrkun, páfatilskipanir og fráhvarfs mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 er tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn Guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer Guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla ritninguna, en 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án Guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefa gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgd valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskrar tilbeiðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess 7. hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom seinni 6 fram með Róm páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem personur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. 3. 6 tengist nútíma Bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir 3 þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumir komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því væri lokið. Á síðari árum þegar Bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélag fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum, var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeiðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli Guðs snúast hvern við veljum að tilbiðja og hvers vald við samþykjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlað að breyta lögmáli Guðs, eins og gefið í skyn í Daniel 7:25, og framfylgja eigin tilbeiðslukerfi. Aftur á móti kallar Guð fólk sitt til að tilbiðja hans sem skaparan, Opinberunarbókin 14:7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Esekiel 20:12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31:16-17 lýsir því yfir að hann sé ævarandi tákn sáttmálans, til að minnast þess hvernig Drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim 7. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingja síns, þá sýnir 4. boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs, Jehóva, titil, skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varðandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómverska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmis segir í kaþólska katekism sem frægt var:
Við höldum sunnudag í stað laugadags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugadegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjunar til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: hefði hún ekki slíkt vald, hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúarbragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags, fyrsta dag vikunar í stað helgi laugadags, 7. dags, breytingu sem engin ritningarleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn merki vald kirkjunar. Einn kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við Biblíuna ættu þeir að verða 7. dags aðventistar og halda laugadaginn heilagan. Það óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins vald kirkjunar, ekki Biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með heiðnum sóldýrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldýrkun, dýrkun Sol Invictus, hinnar ósigruðu sólar, var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldýrkendur sem snérustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiddi sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hann að fullu. Þannig var hvíldardagur Biblíunnar, 7. dagurinn, smám saman leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt af kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúarbragða við kristni, rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur dregið af heiðinni sóldýrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði, því miður að það komi merkt heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náðurðu því, hann notaði setninguna merkt heiðni sunnudaginn. Svo kalt heiðnin sú að sunnudagshelgi, sem verður kjarninn í merki dýrsins, ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldýrkunar. Það sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar Bandaríkin sem talar sem dreki framfylgja trúarlegu helgihaldi, sérstaklega þegar þau nota vald sitt til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki, en merki sjálft hefur að gera með tilbeiðslu og hlýðni. Opinberunarbókin 13, 15-17 gerir það ljóst. Það snýst hvert þú tilbyður og Opinberunarbókin 14, 7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess, andspænis þeim sem halda boðorð Guðs og hafa trú á Jesú. Það hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs, eða verður trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbiðja skaparann, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það á enni eða hönd, en nafn Guðs aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentugleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúi því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu misskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húðflúr eða sýnilegt merki? Tungumálið í Opinberunarbókinni tákgrænt, rétt eins og innsigli Guðs ekki sýnilegt húðflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni. Þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstafleg lög og viðurlög. Ekki hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það ekki líkamleg tákn. En það sem við vitum að það snýst tilbeiðslu, sérstaklega falska tilbeiðslu sem framfylgd með lögum. Og 666,
sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeiðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldýrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá er Babylon þetta mikla falska kerfi í raun fölsun á sannleika Guðs. Íhugaðu að Guð sé þrenning, Faðir, Sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbáman. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafinn. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kallar sig Guð á jörðu og verður niðurlegt. Merki Guðs er heilagur hvíldadagur hans, dagur sem hann blessaði. Merki dýrsins er annar dagur með rætur í fornri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesú, og heldur boðorð Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðurnar? Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver er tilbeiðsla okkar og hlýðni? Skaparinn eða dýr, boðorð Guðs eða hefðir manna? Svo hver er hinn sanna merking 666? Þetta er kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkins, uppreisn mannsins, pakkað inn í falskt trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem mun sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeiðslu og ofsækja fólk Guðs. Það er arfleið drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. 3 sexur sameinast gegn Guði. Þegar þú sér 666, hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldýrkun, Róm páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku, og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta er eitt stórt óguðlegt kerfi, klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spádóma Biblíunnar er að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinu út. Í Opinberunarbókinni 14, strax á eftir viðvöruninni merki dýrsins, koma þeir sem halda boðorð Guðs og trúna á Jesú fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í Opinberunarbókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigursöng til Guðs. Og í Opinberunarbókinni 18 kallar Guð af miskunn, gangið út með fólk og vísar til Babylonar, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki plágur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar, yfirgefðu alla spillta tilbeiðslu, komdu aftur til sannrar tilbeiðslu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðs vegar í þessum kerfum og hann kallar á það, kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin eru dregin saman í: mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beygir sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sammenningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og henturleika merkis dýrsins? Þetta eru ákvarðanir sem við verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingu milli trúarflokka, kirkjur sem biðja ríki að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gerir það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum, fólk er opnara fyrir paranormal og dulspeki, jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags- og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta er ekki langsótt lengur. Verið er að undirbúa aðstæður þar sem hægt er að framfylgja tilbeiðslu lögum, sem er nákvæmlega það sem Opinberunarbókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir, enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð er nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út, að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englanna 3 í Opinberunarbókinni 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylónar
kallar fólk aftur til að tilbiðja skaparann. Það tungumál bendir beint á hvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs. Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg, sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 er ekki til að fá þig til að óttast tölu, það er til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það er áþreifanlegt tákn sem segir: allt sem glittir er ekki gull. Töfrandi, trúarlegt stjórnmálasamband getur lofað friði og öryggi, en ef það byggir á því að skipta boðorðum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til falls Babýlonar. Í grundvallaratriðum hrópar 666: treystu ekki á kerfi manna, þrefaldar ringulræði þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7. Spurðu sjálfan þig: hvar liggur tryggð mín? Er trú mín trygg í Jesú Kristi og orði hans, eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni eða á almennum skoðunum? Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinberunarbókin opinberar ekki 666 til að seðja forvitni, það er gefið okkur til bjargar, til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leyfðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér 2 borgir, önnur heitir Babýlon. Þar er bjart, iðar af lífi og virðist sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babýlonar er hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning, maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikann. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbiðjir líkneskið á því hásæti. Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa: jæja, það er til hins betra, og kannski er Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér? Þeir drekka vín Babýlonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babýlon segir: við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babýlonar er aðlaðandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesú og einingu, segja þeir, en á bakvið það er hvæsið í drekanum. Tilbiðið dýrið eða verra hlýst af. Hin borgin er minni, lætur lítið yfir sér. Það er í raun tjaldbúð, tjald í óbyggðum. Hún er kölluð Síón sem er tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir. En þeir hafa eitthvað sem Babýlon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað: helgaður drottni. Þeir muna orð hans: ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Og af kærleika, styrt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babýlon kemur, neita Síónbúar að ólínast Guði sínum. Rétt eins og 3 ungir Hebrear í Babýlon til forna neituðu að beygja sig fyrir gull-líkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babýlonar, og já, Babýlon eykur hitann. Reyndar segir opinberunarbókin að sumir muni ekki standa frammi fyrir eldsofni, heldur ógninni sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarðneskur stuðningur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrrverandi vina, stimplaðir sem vandræðagemlingar. En einmitt þegar reiði Babýlonar nær hámarki gerist eitthvað. Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa 3 Hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem er með vemdi gegnum prófraunir eða með upprissu ef þeir falla frá. Og að lokum Babýlon hrynja undir þunga eigin uppreisnar. Í opinberunarbókinni 18 fellur Babýlon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar
gráta vegna þess að kerfið þeirra brást. Á sama tíma fólki Guðs lýst í Opinberunarbókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess, sigur á 666. Þeir syngja söng Móse og Lambsins, sigursöng. Vinir, 666 viðvörunarmerki eins og skærrautt blikkandi leiðarljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það viðvörunarkerfi Guðs sem segir: varið ykkur, treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi, því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsigluð af Guði, að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukubb, það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerúsalem, orð manns á móti orði Guðs, falska tilbeiðslu á móti sannri tilbeiðslu. Það táknar hátind falskra trúarbragða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við héðan? Strax í kjölfarið á lokaboðskapnum og viðvöruninni í Opinberunarbókinni 14 birtist okkur sýn af Jesú sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónisku rugli í lífi okkar, til að rannsaka orð hans af kostgæfni, til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpað til hliðar og tileinka okkur alfarið Kristi. Köllun til tilbeiðslu af hollustu ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga hjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, við að stilla okkur saman við lambið. Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi, eigum við í hættu að dreipa á víni Babylónar. Hinn sanna merking 666, þegar þú fjarlægir hræðslu, áróður og æsing, í raun fullvissa að Guð veit hvað í vændum og hefur sagt okkur það fyrirfram. Það ákall til speki. Hér reynir á speki, segir Guð, speki til að greina raunveruleg vandamál og hvað í húfi, svo við getum tekið upplista og trúfasta ákvörðun. Biblían segir: upphaf speki ótti drottins. Ef við virðum Guð og gefumst honum, þá hefur hann lofað að gefa okkur speki í ríkum mæli, en það mun einnig tryggja okkur vernd hins almáttuga. Í Opinberunarbókinni 14:12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes: hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það skiptir sköpum vegna þess að við ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesús fyrirmynd okkar. Hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja: ritað og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði: verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla, og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur upp úr. Guð við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullinn getur sent inn dýr og dreka, en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munu reyna að ræna þig valdi, en þeim ætlað að mistakast. Spurningin ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þess í stað vertu innblásinn að nafninu sem æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar Opinberunarbókarinnar, þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins, í raun kallað opinberun Jesú Krist. Hér það sem Jesús opinberast.
réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskunn hans við að kalla okkur út. Hann hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesú, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera þig í gegnum allt sem framundan jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér tíma. Hann lofar, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs fram yfir merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans fram yfir þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldardaginn sem hann blessaði fram yfir hina ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja. Veldu speki Guðs fram yfir vín Babylónar. Að lokum 666 númer dýrsins, viðvörun það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýrð Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnun í Kristi. Í stað þess að tilheyra hinni vanheilegu þrenningu Babylónar, getum við tilheyrt hinni heilegu þrenningu Föður, Sonar og Anda. Í stað þess að bera merki dýrsins, getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hin sanna merking 666 nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylónar, heiðni, páfa og fráhvarf mótmælenda sem sameinast gegn lið Guðs í loka kreppinu tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við kölluð til að vera á varðbergi, standa gegn lygi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrr. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi. Fólk sem eins og fyrstu postularnir mun segja, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja Föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12:11 segir hina heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getum við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl. Lifum djarflega og tölum sannleikann, skínum ljósi inn í myrkur og með því að lífið okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjarsjóður okkar á himnum. Biðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guðs stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gegnt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir, ríki Krists, sannleika og kærleika. Ég vil vera hluti af því ríki sem innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dífu í spádóma. Von mín sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn, heldur hvetji hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast meðal þeirra sem halda boðorð Guðs og trú Jesú. Það bæn mín fyrir hvert okkar eitt. Með Jesú sem frelsara okkar og konung getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem framundan með speki sem kemur að ofan.